Einn helsti einkennispunktur á fleygboga akkurat kallar topppunktur vegna þess að allir fleygbogar eiga þetta sameiginlega útlitseinkenni. Annarkvort koma þær svona upp og snúa við og fara aftur niður og þá einhver punktur þar sem þeir stoppa og eru búin að fara upp og fara svo aftur niður. Eða ef að A-stuðlinn fórstustuðlinn jákvæður, þá lítur hann svona út. Þá fer fleigboginn svona niður og niður, þannig að hann fer í topppunktinn. Og þá fer hann að fara upp aftur. Og við ætlum aðeins að skoða þennan topppunkt. Og líka lóðrétta línu sem er að teikna í gegnum topppunktinn. Sem er samhverfás og samhverfás, þetta er náttúrulega slæma myndir hjá mér. Samhverfásin er þannig að fleigboginn á að speglast utan þessa lóðréttu línu, þannig að þið getur fundið punkta beint út frá henni sem að vera jafnlangt í burtu frá samhverfásin. Nú, þessi hlutir eru skilgreindir svona að sá punktur fleigboga sem hefur hæst eða lægst, hnit nefnist topppunktur hans, og lóðrétta línan gegnum topppunktinn nefnist samhverfás eða ás fleigbogans. Og við tölum að hann hafi hæst eða lægst hnit, en þetta sjáum við þannig að ef við erum með svona fleigboga sem hefur arma sem snúa niður, þá á hann topppunkt sem er hæsta gildið, en hann á ekkert lægsta gildið því það er hægt að fara alltaf lengur og lengur niður. Sama gildir þann sem snýr með armana upp, að hann ná til lægsta gildi, en það er ekki tilneitt hæsta gildi því það er alltaf hægt að fara lengra upp. Og svo hafa þær báðir þennan samhverfás. Reglan það hvernig við finnum topppunktinn og samhverfás hljómar svona. Fleigboginn jafnt á ax í öðru pluss bx pluss c hefur samhverfásin x jafnt á mínus b á móti 2a og topppunktinn t jafnt á mínus b á móti 2a komma mínus d á móti 4, þar sem stóra d er b í öðru mínus 4c. Þetta er sem sagt bara sami aðgreinirinn sem við höfum venjulega verið að nota í annars margliðu og annars jöfnu og hefð fyrir því að kalla topppunktinn stóra t. Við ætla að sanna þessa reglu með ykkur í öðru myndbandi, en í staðinn fyrir að fara beint í sönnuna skulum við nota þessa reglu í dæmi. Það var gefin fleigboginn jafnt á mínus 2x í öðru pluss 6x mínus 3. Við ætlum að finna topppunktans og jöfnum samhverfásins og skurðpunkta við ásana hnitakerfisins þar að segja. Og við byrjum á því bara að reikna út d-ið af greinin. Og eins og venjulega þá er þetta b í öðru, 6 í öðru, mínus 4 sinnum a sinnum c, 4 sinnum mínus 2 sinnum mínus 3. Út af þessu kemur 12. Þá finnum við topppunktinn, hann er mínus b á móti 2, b er 6 og a er mínus 2, þannig að hér verður mínus 4, en það er alltaf mínus hérna fyrir framanbrotið. Og hniti fyrir topppunktinn er mínus d-ið sem er 12 á móti 4a sem er mínus 8. Þannig að þetta hérna er x-hnitið, þetta hérna er hnitið. Reiknum við bara hvort fyrir sig og fáum 3 aðrir, 3 aðrir. Og það er þá topppunktur þessar fleigboga. Samhverfás þessar fleigboga er þá síðan bara x jafnt og 3 aðrir og tökum við bara x-hnitið beint úr topppunktinum. Ef við ætlum síðan að finna skurðpunktu við ásana, byrjum bara uppsölunás og segjum að eins og venjulega, fyrst þetta er punktur á uppsölunás, þá er x jafnt og 0 og við setjum bara 0 í staðinn fyrir x í jöfnunni, þá kemur 0 út úr fyrsta lið og 0 út úr næsta lið og eftir stendur bara síðasti liðurinn fastinn sem er mínus 3. Þá hefum við fundið skurðpunktu uppsölunás sem er q jafnt og 0, mínus 3. Með sama hætti finnum við skurðpunkt við x-ás með því að setja uppsölun jafnt og 0. Og þá fæst jafnan 0 er jafnt og mínus 2x í öðru pluss 6x mínus 3. Og þá leysum við þetta bara með einbu. Við höfum reiknað út að d er 12,
þannig að við getum sett beint inn í jöfnuna. X er þá mínus b, semst mínus 6, pluss mínus rótina d sem er 12, deilt með 2a, þannig að það er deilt með mínus 4. Og við getum tekið 2 út fyrir rótina, þar sem við vitum að 12 er 4 sinni 3. Við getum tekið rótina 4 og 3 er ennþá inn í rótinni. Og fyrst við sjáum að 2 gengur upp í mínus 6 til þess að róta 3 og mínus 4, þá getum við stytt það út úr jöfnunni. Og fáum, deilum meira að segja alla leiði með mínus 2, Fáum 3 er jafnt og pluss mínus rótina 3 deilt með 2. Þá erum við búin að finna þessa 2 skurðpunta við x-ás, P1 sem er 3 pluss rótina 3 deilt með 2,0 og P2 sem er 3 mínus rótina 3 deilt með 2,0. Síðan ætlum við að setja sönnunarregluna í annað myndband.